Ég hræddur það. Það Bingjan sem að heilsar ykkur þannig að fara föstudags morgun. Já, Iddi og Addi. Iddi og Addi mættir sem fyrr. Hvað, eitthvað nýtt í þessu? Nei, Það ekkert nýtt. eiginlega ekki neitt. Nei. Það nú eitthvað síðan að... Ég bara svo fein að vera komin heim. Já. Ég líka það eitt sem ég áttaði mig á. Já. Ég var stúrinn þarna úti. Já, það? Og það fekk mig til að hugsa. Já. Af hverju engin stúrinn frá túrin? Einmitt. Það allir í Lavazza. Einmitt. Og það var ekkert Lavazza í búið þarna? Sko, það margt betri í Bandaríkjunum. Ég ætla ekki að segja eiginlega flest, en mjög margt. Vel úti látið að mat og verðlag enda að koma í bull. Einmitt. Það í algjöru bulli. Það orðin þekkt stærð. Dollarinn fáránlega sterkur. Það mikil velmegun þarna. En kaffið sem þessi djöfla að drekka fokkin viðbjóður. Afsakið orðbræðin, þetta bara helvítis viðbjóður. Þannig að þú hefðir vantilega ekki slegið hendina á móti Lavazza? Ég tek þetta með mér næst. Já, auðvitað. Ég fer ekki aftur Taka bara kitti með þér. Ég fer ekki aftur í frí vestur haf án þess að vera með 2 vikna birgðir á Lavazza. Ég segi það. Þetta ekki drekkandi helvítis viðbjóður. Afsakið orðbræðin. Má segja svona. Nei, ekki vera. Ég ætla að stoppa það af hérna og bara þakka Lavazza kærlega fyrir. Sko, það allt jafn þunnt og ógeðslegt. Þarna, þetta bara eins og að drekka einhverju drullu. Það nú alltaf að stoppa það. Þetta viðbjóður. Og ég saknaði Lavazza, ég var stúrinn. Já, veist ekki hvað þú hefur fyrir þú hefur Lavazza, það bara þannig. Og annars, ég ætla að koma inn á. Ekki bara gott, heldur líka umhverfisvænt. Ég skal vera með breakdown á því seinna. Kaninn búinn að skjóta sér rækilega í fótinn mitt. Þessar fallegu vélar sem við höfum hérna, hólkana, húlfinn og þetta, úr endurvinnanlegu áli og bara flottar vörur, litli púðar. Hvað þetta að kalla? Hilki? Púðar? Já, bara hilki, já. Pöddur? Þetta pöddur? Litla pöddur. Já. Veistu hvað kaninn með? Nei. Hann með svona 2 sinnum stærra plasthilki. Já, það gæti nú verið. Í vélum út allt. Þetta er ógeðslega óhentugt. Andakanan, sko. Lavazza kassin sem við erum að horfa á þarna, þessi litlu þælu, grípur til hvaða verslun sem Þetta svona ferðakitt, sko. Já, algjörlega. Ef ég verið búinn að tróðfylla ferðatöskuna næst þegar ég fer út, þá ég að fara að dæla þessi smokka og gleypa, sko. Það bara þannig kemur þetta með mér. Auðvitað. Þeir eru með 2 sinnum stærri svona pakninga. Óþolandi. Ekki drekka kaffi í Bandaríkjunum nema þið séu með Lavazza með ykkur. Nei, í guðanabænum. Hlustið á manninn. Já, það eru mín helvítis orð sögð. Sömuleiðis eru við með að sjálfsögðu Gorilla vöruhús. Já. Það allt á Rúv og Stúfi núna. Það Ég hef ekki þórað að hringi í það. Ég hef ekki þórað að heyri þeim. Nei. Ég veit bara að þeir eru busy. Það er bilað að gera. Það er nóg hjá þeim að gera og ég held að bara fólk fer bara að verða of seint í þetta, sko. Já. Það er bara þau að sprengja þarna utan að sér enn eina skrifstofuna. Já. Nei, ekki skrifstofuna, enn annar lagerinn, segi ég. Og en auðvitað, ef þú ert með netverslun, þá sakar ekki að hringja og heyra í þeim bara núna. Já, akkurat. Hæ, einhver séns á ég geti komið mér að þeirna. Þeir eru náttúrulega með bara bestu þjónustuna á þessu vettvangi. Ég gefi þessi svona 6 mánuði, þá þetta bara orðið fullt aftur. Já, og þá þeir bara, hvað erum við að gera í samning hérna? Okkur vantar svona 40 fermetra, sko. Þró ég að vilja fara bara erlendis. Nei, svo verðum við að gefa líka bara sérstakt shoutout á 2 frumkvöla. Þeir eru náttúrulega einir af frumkvölum Íslands, ásamt nokkrum öðrum. Svo Eva Matadóttir, sem í Norminu, hérna með okkur í Seðlabankanum að taka upp. Hún var að gefa út barnabókina Ég get þetta, sem ekki frásögufærandi fyrir menn á okkar aldri, nema hvað. Hún ákveður að spara sér skrefin, fer með lagerinn beint í Gorilla vöruhús. Ég held hún sé bara búin að vera úti síðan. Þetta bara, þeir eru bara að sjá þetta, hún móka bara þetta selst. Þetta alveg geggjuð þjónusta. Já. Og eina vitið. Já, þannig að bara Gorilla vöruhús, það bara kemur eiginlega ekkert andi greina. Segðu það. Herru, það er nú mjög langt síðan við fórum yfir líðandi stunda. Já, Heiðar tróð sér þarna inn. Já, búin að vera með Varða að koma, lága á okkur. Búin að vera með 2 frábæra gesti hérna. Davíð lét okkur ekki í friði. Þannig að við neyddumst til að taka þá inn. Eitthvað búið að pumpa þau upp í algoritmanum hann hjá Smitten, eða? Nei, ég hef ekki orðið var við það, sko. Nei, ok. Við þurfum kannski að senda bara 1 mail. Þú verður að segjast vera meiri svona kísukall. Já. En samt, no joke, ég er á postlista hjá Quartz, sem ég veit eiginlega ekki almennilega hvað en þeir senda oft svona bite-sized fréttir. Og þá sá ég, sko, að þau voru með ráð til að fá fleiri swipe í Bandaríkjunum. Það var að taka fram á prófílunum að þú kjósir. Að þú kjósir? Já. Hvað, bara í stjórnmárakosningum? Já, bara eitthvað 57% líklegri að fá swipe til hægri
Vá, hvað það steikt eitthvað. Já, ég kýs. Já, vel að taka fram hvaða flokk eða eitthvað? Nei, ekkert endilega. Það var bara að sýna að þú kjósir. Það heitt í dag. Nýtið þinn atkvæðarétt, já. Það inn í dag? Það heitt. Já. Ok, skemmtilegt. Og kísukall, ég alveg vissum að þú segir mikill kísukall. Já, vel svona katta-emoji? Já. Já, ég veit ekki. Aðra eitthvað þarf að prófa þetta? Góð lína fyrir þig, ef þú væri með svona slógan á smitten. Mikill kísukall, kísukonur með að strjúka skeggið. Já. Því þú ert svolítið svona skeggjar að... Herru, já, skulum bara dempa okkur yfir í næsta punkt. Herru, út af þú nefnir náttúrulega, þú ert bara á einhverjum póstlista, segir Já, þetta Quartz. Já, við erum náttúrulega höldum út í póstlista líka. Pingjubandalagið inn á pingjan.is. Rétt. Endilega skráðu ykkur þar. Póstur á hverju meinasta föstudegi. Nú, pingjan.is, heimasíðan okkar nýja. Frábær. Var sett í lofti bara í fyrradag. Og það voru snillingandir í Smart Media sem að sáum það. Já, akkurat. Þannig að bara ef þú ert með vefsíðu og ef þú ert í jafnvel einhverjum pælingum með vefverslun eða einhvers konar samþættingu og annað, þá er þeir náttúrulega bara frábærlega smartmedia.is til að kíkið á það. Nú, það hefur margt gerst síðan við vorum að bladra hérna síðast tveir. Og það er náttúrulega sko stýrivextir hækkuðu, settu verkalýðsbaráttuna í algjört uppnám bara á hliðina. Já. Við þurfum eiginlega að fá einhvern gest til að svona útskýra gangverk þessarar kjarabaráttu og þessar samningagerðar og þetta sem er í gangi hérna í karphúsinu. Já, ég hef einu sinni farið í karphúsið. Já. Varstu fyrir miklu vonbrigðum. Varstu að fara að semja þá eða? Já, það var eitthvað bónuskerfi í fiskvinnslu. Já. Tók að neitt fund. Já. Minnir að Villi Birgis hafi verið. Já. Það var nú bara dannaður. Já, við þurfum að fá einhvern í þetta með okkur. Svo er náttúrulega verðbólgan, hún lækkaði, var það ekki bara tilkynnt í vikunni? Lækkaði úr 9,4 í 9,3 á ársgrundvelli, sem er auðvitað vel. Það er ekki bara unnaður? Jú, við fögnum því. Var ekki unna búin að spá þessu? Jú, einhverju, ég man ekki nákvæmlega hvað það var. Það var nú eitthvað á búið að spá 0,27% hækkun milli mánaða. En það er náttúrulega verðbólga á mánaðargrundvelli, út í það farið, Já, akkurat. Hækkun vísitölu neysluverðs á milli mánaða. Nú, svo er það helvítis anskotans bensínverðið. Rétt hakkaðist niður á við í vikunni eftir að fór í fréttirnar, náttúrulega þarna. Já, að ráveruverðið komið 1200 hæst niður í $800 á tunnuna. Samt er verðið 50 krónum hærra hérna á Íslandi og þetta. Akkur þarf alltaf þetta aðhald frá fjölmiðlum til að þetta sé lækka? Akkur ekki hægt að bara lækka þetta í takt við heimsmarkaðsverð? We just don't give a shit. I give a shit. Akkur ferð þá ekki bara í Costco og hættir þessu væli? Það er langt ódýrast staðar. Nei, ég fer náttúrulega alltaf ódýrasta staðinn. Costco er 5 mínútur frá okkur, það er langt ódýrast. Nei, það er samt ekkert eitthvað langt ódýrast lengur, Undir 300 kallinu. Já, kannski. En ég veit ekki, það er allavega allt vitlaust yfir því og þetta náttúrulega skekkir líka niðurstöður á eyðsluvísitölu pingjunar. Bensíni bara hækkar og hækkar. Hvernig væri að fá smá recap á henni? Já, ég datt út í 2 vikur. Já, er monsterinn að stíga? Það er hægt að sjá gang hennar í fréttabréfinu okkar einmitt. Á föstu? Já, ok. Og eyðsluvísitalan, hún, það er einn undirliður sem er að hreyfast þarna virt og það er flug Station Helgi til Köpen. Já. Allt hitt er bara að stendur í stað. Já, ok. Þetta er svona... Það er eignavísitalan, það er full swing á henni, Já. Hvet fólk til að kíkja það. Nú, svo er nú eitthvað fleira hérna. Varðandi bara, þú veist, húsnæðismarkaðinn. Það þykir orðið móðins í dag að fara yfir í verðtryggt. Já, jafnvel breytilega vexti. Já. Það fer nú líka að líða því að þeir sem tóku lán á föstu vöxtum í byrjun COVID, þú veist, þegar vexti voru keyrðir hérna niður í byrjun. Dómsdagsspáin. Að þeir þurfa að fara í hvað heitir þetta? Vaxtaendurskoðun. Já. Svoleiðis, Og þá taka menn allir... Ég býði þetta bara eins og hræðgamur eftir að þetta fólk missi húsnæði sín. Þá dettur þú inn, Nei, maður segir svona. Ég samt, maður er aðeins búin að vera að velta vöngum yfir þessu óverðtryggt verðtryggt dæmi, Er þetta ekki svolítið bara eins og að vakna í bústað með familíunni? Þú getur sett í þær aðstæður, vakna í bústað. Svona smá tremm í þér til laugardagsmorgun. Klukkan er svona 10. Og þú ert í störukeppni og genflösku. Bara situr í sófa, störukeppni og genflösku. Það er allt að gerast í kringu þig og það býður einhver marenstertu. Ok. Og þú ég tek marens í morgumat því að það er líklega að skára en að fá sér gen.
skilur Þetta svo heimskuleg samling. En þú fattar í rauninni eftir á hvað þetta eru báði slæmi kostir það verðtrygging og overtrygging Maris Terta í morgumat sennilega mjög slæm pæling sko. Hún leggst á þig svona varanlega hún leggst þungt á þig en ginskotið tekuru það væri minni kaloríur en þú ert sennilegast að eyðileggja daginn með fjölskyldunni eða þú byrjar að fá það gin fyrir hádegi þetta er svona skilur hvað er að fara? Óvertryggt, verðtryggt, þetta er svona maður þarf að vega og meta þetta er mikil óvissa núna í þessu öllu saman en fólk er að betta á það að verðbólgan sé að verðbólgan fari hjaðnandi með þessum breytilegu vöxtum með þessum verðtryggðu lánum segi annars er svona, þú veist, auðvitað margt að gerast, það er ráðning vikunar auðvitað, en ég er með umfjöllun í dag, svona létta. Þú sem er leiðis, þú varst náttúrulega búin að lofa hlustendum einhverju fjölmiðla frumvarpi. Ég ætla að segja það bara. Sem er nú reyndar áhugavert. Ég bara, eftir síðasta þátt með fótbolti.net, við veldum einhvern hvort við varum fjölmiðl eða ekki, sem við erum ekki í dag. Hvort við getum komist í eitthvað good shit government subsidies, þannig. Renna eins yfir það. Hver var niðurstaðan? Gætu við það? Sko, já, auðvitað getum við... Nei, ég heldur getum við ekki. Ekki í dag? Nei, en með seglu... Með elju og... Já, og það leiðarljósi, þá munum við ná því. Ég verð að segja, þessi þáttur fyrir mig, hann er svona eins og að fara þunnurinn í búr að leita áfengi. Þessar líkingar. Þú ert að leita bjór. En svo fattar og drakst hann allan í blackouti, nóttin áður. Mér líður svona eins og ég sé búið með alltaf besta áður en ég kem inn í hennar þátt. Hver hefur ekki lent í því? Að koma þunnurinn í búr. Á ég ekki einn bjór eftir. Nei, ég kom hérna náttúrulega í nótt að ég fór að sofa. Mér langaði svo í einn sopa. Þetta er svona þannig þáttur fyrir mig. Skilurðu? Já, en ég laðist nú í smá rannsóknarvinnu yfir handbært fé fyrirtækja á markaði. Það gæti reynda að vera gott sko. Já, þú veist, handbært fé, við þekkjum þetta. Þú veist, þetta er cash. Þetta er bara cash. Bara það sem liggur inn á bankareikning fyrirtækja. Á ég kannski bara að dempa mér í það núna? Þú ert svolítið aðalatrið þessari viku. The media mogul speaks up. Á ég að dempa mér í það hérna í boði Brauð og Kó? Já, endilega. Hvað myndur þú taka með þessu? Ég myndi fá mér snúð og súrdegsbrauð eins og ég geri bara á hverjum einasta sunnudegi. Það er bara regla, ég hafa Brauð og Kó. Já, bara hljóma vel. Nóa smjöri, ost, smá sultu. Já, nei, ég finn nú ekki sultuna. Ekki? Nei. En bara klálega, þetta er auðvitað uppskrift á hamingju á sunnudegi, það er snúðurinn og brauðið. Svo er það auðvitað líka bara eins og við höfum rætt að koma við í bílalúni þarna á efsta Laugaveginn. Já, akkurat. Fá sér eitt bolla og jável croissant með á leið í vinnu bara snildin einn. Nú, sko, ég boði Brauð og Kó hérna þá laðist ég í rannsóknarvinnu það sem að COVID er náttúrulega COVID er búið. Erum við ekki sammála það? Ekki í Kína, en við keyrum okkur áfram. En ég fór að skoða markaðinn og tók stöðuna á þessu handbæra fé og aðeins á þeim félögum sem eru skráð á aðalmarkað. Ég skoðaði hérna árin 2020, 2021 og svo núna þriðji ársfjórðung 2022. Og það kemur í ljós að það var heldur betur aukning hérna á handbæru fé. Og sko... Sorry, takt aftur. Sko, erum við að taka punktstöðu núna með síðasta kvarter hjá öllum? Já, þetta er Q3, þriðji ársfjórðungur 2022. Það er kannski, eins og ég segi... Þetta er stórmerkileg stærð, handbært fé. Ég hef nú tekið umfjöllun á því í fréttabréfinu okkar og gert grein fyrir því hvernig sjóðstreymi sýnir breytingu á handbæru fé meðal annars. En í grunninn segir þetta bara til hversu mikill peningur liggur inn á bankabók fyrirtæki segja jafnvel í einhverjum svona, þú veist, lausafjársjóðum eða þannig. Já, flott. Og þetta er á tilteknum tíma, þannig að ársuppgjör 2020 sýnir bara hvað hékk þarna inn á bankareikning 31. desember 2020. Og við erum nú rætt að orðið pingja, það er ekkert annað en bara handbært fé fyrirtækja. Jep. Og hérna... Jeppi. Og það var náttúrulega þekkt í COVID að mörg fyrirtæki væru gjörsamlega bara að sprengja pingjur sínar við uppsöfnun á handbæru fé. En það tímið mikillar óvissu og kannski sparlega farið með peningana heldur en ella. Þannig að en það kemur í ljós að það var aukning á handbæru fé á milli 2020 og 2021 35,5%. Og athugið að ég er að reikna handbært fé hjá
fyrirtækjum sem gera upp í erlendri mynt, þannig að ég tek gengi frá lokadegi hvers árs. Okay, þetta ekki með að við gengi í dag. Þannig að loka gengi 31.12.2022, nei 21. 2020 og 2020, já. Hvað varstu með dollaran þar? Ég held hann að vera 127, já. Já, hann fór hæst í 151 þegar ég var þarna úti að ná með neglurnar og... Þú varst eiginlega alveg á versta tíma. Ég bara aldrei verið á verri tíma þarna, held ég. En já, eins og ég segi, ég nota erlenda mynt, þannig að ég tek gengi frá lokadegi hvers tímabils. Okay. Nú, 2020 voru félögin samtals með 269 milljarða í handbært fé og aðtöða að ég að taka þau fyrirtæki sem eru á markað í dag, einhverjir voru ekki komin á markað þarna, en ég fór í ársreikninga hjá þeim félögum bara aftur fyrir þann tíma sem þeim fóru á markað. Þetta eru hérna 269 milljarðar 2021 svo tala komin upp í tæpa 365 milljarða og maður hefði nú haldið líka að félög á markaði færi nú í kerfisbundið átaka að megra pingjuna þess árið 2022 en þá kemur ljósa vöxturinn heldur áfram frá lok árs 2021 og til lok september núna 2022, þess að þriðja ársfjórðungs árið félögin að auka handbærfé 15,2% upp í 420 milljarða króna. Já. Og hvað segirðu mér, Yngvi? Hvernig ert þú að lesa í þetta? Hver á mesta cash? Já, pingjan orðin svona öflugt hugtak í atvinnulífinu að félögin hreinlega keppast að vera með sem þykkasta pingju? Eiga þykkustu pingjuna? Ég hugsa það. Já, það virðist vera. Ég hafði svona... Af þessum 300 þarna, teljast Origo og Síma... Origo vissulega telst... Nei, Síminn telst með. Já, en það vantar þarna 35... Já, það er svona óverulegur... Þetta er óveruleg uppað hjá Símanum þarna. Þarna eru 36 milljarðar í handbært fé, held ég. Já. Telst það óverulegt? Er það ekki verulegt fjármagn? Nei, ég að segja að þetta er svona, þú veist, óeðlilegt kannski meira. Já, óeðlilegt, já. Þannig að, þú veist, þeir voru með í loka árs 2021 3,5 milljarð, en eru með, tæpa 34 milljarða, segi Q3 2022, sem að eins og við þekkjum var bara greitt út. Nú, en eins og ég segi, hvernig eru að lesa þetta? Ég hefði nú haldið að þetta myndi eitthvað lækka 2022. Það 2021 var svona dálítið hápunktur óvissunar einhvern veginn, sko. Það er kannski eðlilegt að það hafi verið svona mikill peningur, þú veist, þetta er 420 milljarðar sem að hengu inn á... Mér finnst skemmtilegt, spá í þessu. Það verður 2 svona rannsóknar þýði spurningar sem það myndu fylgja frá mér. Hver á mest? Emmett. Er það Eimskip? Við langar ekki sko Eimskip. Já, ég ætlaði einmitt að leyfa þér að, auðvitað get ég ekki farið yfir þessu umfjöldun nei, auðvitað er að síminn koma inn á hver er með raunverulega þykkustu pingjuna Já, þá myndi ég sko spyrja hver af þessum á mest og svo myndi ég taka fyrir hvert og eitt í hlutfalli við skuldir eða eignir. Já, ég náttúrulega hlutfallslega. Það ber að taka það fram að auðvitað vitum að handbærfé getur sveiflast talsvert milli ársfjórðunga og hvernig sem það er, sko. En þetta er í rauninni bara miðað við Q3 2022. Hver átti mest þá? Og nú spyr ég þig, hver heldur þú? Mér langar að segja Eimskip. Ég segi þá bara Síminn. Síminn? Nei, langt í frá. Nei, heyrðu, má ég segja aftur? Já, kannski ekki langt í frá, ég held að Síminn sé í 5. sæti. Hvað með Arion banka? Ekki svo galið gísk, en... Marel? Ránt og ránt. What? Já, það er einn leyndur þarna. Sem bara liggur á cash. Já. ISP. Það er ISP. Já. Það er Íslandsbanki og hann er með 134,5 milljarða. Í handbært fé. 134,6 milljarða í handbært fé. Svona, má færa rök fyrir því á góðum degi sé þetta 1 milljarður bandaríkjadollara. Já. Þannig að, já, og þetta er Hvað er þetta þá ekki bara einhver þriðjungur af? Arion með 111 milljarða. Já, þannig að bankarnir eru þarna með... Bankarnir, já, einmitt, ég hefði náttúrulega átt að taka bara hlutfalli, svo náttúrulega kvika inn í þessu í 4. sæti, sko, með tæpa 39 milljarða. Og veistu, ef við sko sjáum bara hlutfallið af bönkunum yfir handbært fé á markaði, þá eru þetta, skal ég þér segja, 68%. Það er öllu handbæra fé á markaði. Það er í höndum bankana. Sem sagt skráður á banka, Íslandsbanki, Arion og Kviku. Og þetta finnst mér áhugavert, sko.
En ég hafði svo sem búist við lækkun á þessu handbæri fyrir 2022 eða núna í lok 3. ársfjórðung sko, en svo var ekki, það var aukning. Þannig að þetta náttúrulega þekkist líka bara víða út í heimi að fyrirtæki voru bara að stapla þessu upp sko. Akkurat. Og jafnvel í stað þess að sko greiða niður skuldir því eðlilega það betra að sérstaklega í vaxtaumhverfi sem núna að greiða niður skuldir heldur en að liggja bara á handbærufé. Þú veist, þú hagnast í rauninni, hvað segir maður? Hagnast á því í raun. Já, vaxtagjöldin orðin það há að maður myndi halda að einhverju myndi vilja endurfjármagna eða bara einfallega losna við skuldir í þessu umhverfi. Þannig að það var, en samt sem áður var fólk að hanga á þessu handbærufé í COVID sko. Svo nú alltaf gaman að þeim sem að úreikast bara áfram og pumpa bara út arði og gýra sig. En óvissan var það mikið og þú veist, fyrirtækið, það sást líka bara mikilvægi sko, áhættustýringar á handbærufé, sást augljóslega þarna í COVID sko. Þannig að, já, þetta er skemmtilegt að líti yfir þetta. Ég vildi svona aðeins dreipa á þessu og sko, ég verð með listan yfir fyrirtækin í postlistanum. Já, þannig að bara að gera að fara á bingjan.is, skrá sig og þá fær fólk að sjá handbært fé á hver einasta félagi á markaði. Já, það er rétt. Getum við raðað í öfugri stafrósröð með hægri ás frá vinstri. Nei, ég ætla að raða upp eftir stærð og kannski maður verður með einhverja skemmtilega tölfræði líka. Já. Endilega kíkja á þetta. Ok. Er það þá ekki bara... Jú, Þú varst nú reyndar eitthvað aðeins búin að pumpa mig með ferðarleikinn sem ég fór í áður en ég fór út. Byrju nú við, hvað var það? Varst það ekki þú sem varst að spyrja og það var búið að fréttast, við fórum í svona ferðarleik áður en við fórum út. Ekkert í samstarfi við Icelandair en við vorum að fljúga þarna með SR og vorum búin að heyra af þessu. Þess gengur út á það, svona hópurinn. Svona mín hugmynd sko, að við mönnum öll skrifa á miða eitt orð, svona hlut eða tilfinningar eða annað sem við ætlum ekki að taka með okkur í fríið. Ég verð ekki gert það. Einhver tilfinning? Já, og svo virka þetta þannig að út af því allir voru ekki að skilja, ég tók bara og skrifaði fyrir hópinn. Og svo tekur þú þinn miða, þú ert búin að draga, og rétti flugfröðinni, þú gengur inn, eða flugþjóninu. Les miðan, á sér svona takk, ég tek þetta ekki með mér í fríið. Og ég skrifaði sérst fyrir hópinn, það var svona eins og orð eins og fitufordómar, við ætlum ekki að taka þá með okkur. Kynjamisrétti, loftslagshæðni, hrútskýringar, ég skrifaði það tvisvar, við vildum ekki hrútskýringa með í fríið, og gyllinæð. Og það var einn í hópnum sem sveik okkur. Anskotin. Og viltu eitthvað giska á hvað var tekið með? Sem sagt, við mætum öll með miðan. Hann hefur tekið fitufordómana með sér til Bandaríkjanna. Nei, þeir komu eftir á, þeir komu aftur heim. Hann vissi upp að það. En það var eitt sem tók gyllinæð með sér í. Og það var alveg bráðsmitandi gyllinæð þannig í húsinu fyrsta dagana. Anskotina. Þannig að við vorum bara fjölskyldan, héldum okkur aðeins til hlés meðan þetta gekk yfir. En þetta er svona, varst þú ekki að spura mig út í hennar leik? Nei, ég man ekki eftir að minnst á hann. Þetta er svona ferðarleikur. Þú lítur að hafa dreymt þetta bara. Þetta er svona óbeint í samstarfi að sér. Þú þarft að fá náttúrulega leyfið, þú réttir miðan og þá lesaðu upp. Það á ekki að koma með í fríið. Þetta er skemmtilegur leikur, fólk getur tekið þetta með sér inn í ferðalagið. Já, núna þegar nær 20% þjóðarinnar er að flykkjast erlendis. Svakalegt maður. Gæti orðið aðeins svo mikið álag á flugþjónum og flugfreyjum. Herðu, eitt í þessu, hefurðu spáð í þessu hérna jólagjöf ársins dæmi? Nei, mér svo skrítið, það er svona, sko, yfirleitt er sammæls bara að það sé bara ein jólagjöf ársins, punktur. Þessu í fyrra var það airfryer. Það er bara svona, það er bara svona það sem fólkinu finnst, en það var hérna... Sous vide fyrir svona 3 árum. Hvort það hafi verið hérna rannsóknarsetur verslunarinnar. Með síni, sko, Snorri Másson fjallaði þetta hérna í Íslandi í dag. Þá var hann að tala að airfryer samkvæmt því væri sko jólagjöf ársins í ár, eða þess að airfryer. Ekki fyrra? Já, ekki fyrra. Í fyrra var það einhver joggingali, sko, en nú er að koma frétt hérna. Íslenska bækur og spil er að mati rannsóknarseturs verslunar jólagjöf ársins 2022. Ég skil ekki, það er alltaf verið að breyta þessu, sko. Ég hefði giskað að það væri bara hamingjan. Já, það væri jólagjöfin í ár. Nei, veistu hvað er jólagjöfin í ár? Aukakrónur. Já. Aukakrónur eru náttúrulega jólagjöf ársins. Auðvitað. Allt sem þú ert búin að safna upp á árinu. Sko, það er að kaupa jólagjafir, fá greitt fyrir að kaupa þér. Já, akkurat. Það er enda smá skellum með mína jólagjöf. Ég skal kannski upplýsa það þegar nær dregur á jólum. Já, bara ekki strax. Ég var búinn að ráðstafa aukakrónunum í ákveðna gjöf.
en það bara líka fyrir nefnd. Nei, ok, hvort það gangi eftir. Við býðum spennt eftir því. Þannig að kannski verða fleiri inspired. Ég ætla að kaupa svakalega gjöf. Já, en Landsbankinn auðvitað með okkur, þetta er einhver samstagsaðili og þau eru með aukakrónunar sem er cashback-kerfi. Hvetjum ykkur endilega til að kíkja það. En ég er með díl dagsins og það er Ólafía og Oliver. Það er 5% cashback og við erum nú fjallað um Ólafía og Oliver í petit-þættinum okkar. Hérna fórum við yfir. Hér er þetta slá 2 flugur í einu höggi. Hér er þetta að kaupa jólagjöf ársins sem er bækur eða spil. Nei, þetta er náttúrulega barnaföt. Já, þetta er barnaföt. Þau hljóta að vera með eitthvað barnadótt. Það er alltaf góð gjöf að börnunum eitthvað gott. Ef þau eru með afslátt fyrir, þá færðu þennan afslátt ofan á, sko. Já. Hvað er svona uppáhald samfellan þín fyrir lítil börn? Já, bara engin, enga. Átt enga? Nei. Mín er svona köflótt lítil og það er svona texti sem sendur I love daddy. Það er svo grútlegt þegar þú sér þau í þessu. Já, ég þarf að skoða það. Já. En það er verið að segja hérna að í ár hafi landsmenn komið tilbaka með nokkrum kvelli eftir takmörkuð mannamót og hátíðarhöld tveggja faraldurs ára. Mikið hefur ferðalegu og skemmtanir á árunni markam á greiðslukortanótkun landans, jari, en nú eru þau að tala um að jólagjöf ársins sé bara bókin. Það er bara gamla góða og spil, kert og spil jável. Það er bara flott, ég stið það. Það ekki, bókin, þetta er bara að hækka dóldi. Snertinga eftir hann hérna vinn okkar sem var, sem samdi snertingu sem var hérna forstjóri Sony. Hvað heitir hann aftur? Sony. Já, Ólafur Jóhann. Ólafur, já. Ég held að bókin hans kosti 8.000 kall. Já. Þetta er neytandavaktin, sko. Þetta er hvað eru, demantar eða eitthvað inn í? Þetta er ekki orðið dálítið dýrt, eða? Ég hef alltaf skiljað þannig að bók kosti bara í kringu 5.000 skall. Já, eitthvað þannig. En spilin er að rísa, sko. Spilin er alveg að detti 8-10 skall, sem er alveg með í það hæsta, sko. En á móti, þá hef ég alltaf verið mjög anduð því þegar fólk er að segja að spil séu dýr. Því að þú getur átt svona spil í fleiri ár. Þú getur spilað þetta 40-50 sinnum og ef þú deilir því niður á stoppkostnaðin, þá er þetta ekki neitt. Nei, ég segi það, sko. Það er enginn að mikla fyrir sér að borga 1.500 kalli að fara einu sinni í bíó. Nei. Þá ættir ekki að mikla fyrir að spila sama spili svona 50-60 sinnum. Auðvitað það góð hugmynd að vera bara í svona spilaklúb sem er með sameiginlegan pott. Já, það er fínt endursölu virði á spilum. Ég skal gera það fyrir næsta póstlista, birta recommended spil fyrir þessi jól. Já, vel úr vasabók auðmannsins, eða? Já, sem að auðmenn myndu spila. Ég hef nú áður verið spurður eftir að hafa verið borðspilahönnur, hvað ég mæli með. Og var nú að hjálpa einum að koma út spil fyrir þessi jól, þannig að kannski þeir enda á lista. Heyrðu, talandi að enda á lista, maður, helvítis fjölmiðla frumvarpi. Ertu með lista handa okkur í dag? Já. Alright. Sko, eftir síðasta þátt, þá var rannsóknarspurningin basically bara, ættu við rétt á svona fjölmiðla niðurgreiðslu? Subsidies. Og ég skoðaði máli og svona samantektin ég held já, en ekki strax. Því að 2020 þá var aðeins þrengri skilgreining á því hvað teldist fjölmiðl. Ramminn. Já, eða tikka þetta box að fá þessa styrki. Vinur okkar í .net börðust mjög hatramlega gegn þessu, en það voru þeir útskúfaðir frá þessum fyrstu styrkjum. Og þeir dutt inn núna 2021 og hafa fengið líka 2022. Og þá var þess að ég er ekki með orðatiltæki fyrir frammi, þetta var eitthvað sem skipti engu máli, sko, eitthvað almenn umfjöllun versus sértæk umfjöllun eða whatever, sko. En það gerir allavega verkum að það eru þeimur fleiri sem að geta sótt þetta í ár. Heildarpotturinn var sýndist með 400 milljónir, svo 385 og á svona við einhvers staðar á þessu bili. Það er ekki meira. Nei, það er búið að breyta þessu þannig að enginn einn geti fengið meira en 100 milljónir. Og gagnrýnin náttúrulega ásamt öðru þarna fyrst var að oppina þessu var náttúrulega að fara til þess að stærstu. Er þetta ekki bara Sín og Síminn sem eru bara með 50% af þessu? Já, sko, Síminn er ná ekki með neitt, því miður, kallið minn. Nei. Það er Árvakur sem er Morgunblaðið, Sín og Torg, Fréttablaðið. Þau öll, þessi þrjú, eru með 66.767.227. Já, bara krónur, þú veist. Já, milljónir. Og þar á eftir kemur Viðskiptablaðið með 25 milljónir og svo Stundin 22. Stundin 22? Já. Það er ekki alltaf mikið, eða? Sko. Hvað, Já og nei, það er í rauninni... það reka eitthvað annað en bara þetta blað og vef, eða? Nei, en sko í lögunum... Útgáfufélagið Stundin, þeir eru að velta 195.021.
fá 20%. Hvað er launakostnaðurinn? Ef þú flettir upp launakostnaðurinn? Skal bara kíkja það. Já, það hefur áhrif. Sko, það er talað að það sé styrt að hámarki 25% af sem sagt rekstrartengdum kostnaði þessa reka fjölmiðil sem eru launatengt gjöld. Já, sko launatengt gjöld, laun og launatengt gjöld þetta eru 127 milljónir hjá þeim. Já, þannig að þú hefur það sinnum 0,25, hvað er það? Það sé ekki bara í kappinu eða? Það er svo. Annað sem að tengist því þú getur verið með verktaka og hvað svona. Hvað segirðu, sinnum 0,25? Já, 32 cirka. Já, það væri þá maxera, þannig að þau eru einhvern veginn ekki alveg upp í topp, en ná vel, svo var nú reyndar hérna annað býttu nú við, ég var örugglega með það einhvers staðar, fann hérna frétt sko. Nei, en ok, ég skal aðeins halda áfram. Það var einhver hérna búinn að reikna út hvað þetta er stórt hlutfall af heildarveltu fyrirtækisins. Já, ég veit. Og þetta er náttúrulega hlutfallslega miklu herra fyrir sér litlu, eins og hjá Stundinni, Kjarnin, VFB og einhver fleiri. Ég veit. En ég held að vera talað þetta væri sko á bilinu 0,5 til 2% hjá þessum stærstu, þannig í rauninni skiptir þetta ósköp litlu fyrir þessar stærri. En það verður að geta jafnræðis. Það verður að geta jafnræðis. Munar minna eins og með sín, ég meina uppgjörun hjá þeim hafa ekkert verið neitt sérstök undanfarið sko. Nei. Og hagnaður bara eitthvað sirka þessa upphæð sem að þú ert að nefna hérna. Við vonum nú svo sem ekkert að dreipa á því, en það var náttúrulega uppsögn hjá þeim í vikunni. Já, herðu, tilkynningin á Kauphöllina. Og mér svona skilst að þetta sé hálft eflingarígildi, svo uppsögn. Nú, byrju. Eitt eflingarígildi 59 sem sagt upp í hópuppsögn. Talið það eitt eflingarígildi með hópuppsögn. Já. Mér skilst að sín hafi verið. Þú þarf að útskýra þannig hvað það betur einhvern tímann. Taka hann fyrir. Já, bara þau sögðu upp allri skrifstofunni sem var 59 manns. Þau voru næri ekkert gagnrýnd af öðrum verkalýðsfélögum og þar alveg búin að búa til það sem heitir eitt eflingarígildi. Já, ok, þannig að það er 66, já. Já, þannig að ef allt á yfir alla ganga, þá eiga allir aðrir að geta sagt upp 59 manns án þess að fá gagnrýni frá þeim. Ok, hvað er þessi eflingarígildi? Er það 59? Það er að segja upp 59 manns. 59, já. Ok. Og sín hérna slegið í stein. Já, skilst mér að hafa sagt eitthvað upp undir 30 manns sem er svona hálft eflingarígildi og svo víst á að sitja þetta út þannig að bara ef fólk að hætta þá verður ekki ráðinn á móti. Það heitir svona fleitis út í starfsmannaveltuna. En ég ætla þá að segja nafnið minn Yngvi Upsilon. Hann ekki ennþá orðinn Atom Yngvi. Við vitum nú að hann hefur verið að hlusta. Já, eitthvað. Hann hefur verið að hlusta eitthvað. Hann var early, hann nennir þess ekki lengur. Hann busy. Hann busy. Ég ætla að segja, hann ekki ennþá orðinn Atom Yngvi eins og Neutron Jack sem var hjá GE sem sagði upp þarna eitthvað 130.000. Já, einmitt. Það alvöru böllur. Sko, ef hann fer að taka einhver 3-4 eflingarígildi í hópuppsögnum, þá verður hann Atom Yngvi. En fram að því verður hann bara áfram Upsilon Yngvi. Hvað er þá Tsar hérna? Hver? Tsar, þú veist það talað atombombu sko. Já. Svo það talað Tsarbomb. Það stærsta dæmið sko. Það er 30 eflingarígildi. Ég treysti mér ekki. En allavega sko, það var einmitt 66 milljónir, það var reyndar hagnaður á öðrum ársfjórðungi 2022. Þannig að hérna, það var kannski ekki rétt hjá mér að segja að muni þetta þennan styrk hvað var það hagnað sko, en allavega bara leiðrétta það. Recap, rekstrarstuðningur skuli að hámarki vera 25% af stuðningshæfum rekstrarkostnaði. Hámark verður sett á stuðning, það er 100 milljónir og þessi prósenttala. Svo hérna sko nokkri flokkar og hérna föllum við á prófunu. Elsku kalli minn. Að prentmiðlar komi út að lágmarki 20 sinnum á ári, sem sagt að Við erum alltaf með fréttabréf, sko. Sko, við erum með fréttabréf. Við erum með það sem kallast net, hljóð og myndmiðlar. Við fjöllum þar undir, bæði með hlaðvarpið, póstinn og netfangið. Og gefum út aðeins og stöddu. Við erum að ná ársamali núna í febrúar. Við myndum ná á virkum dögum í 20 vikur á ári. Við myndum tikka í bóksið þarna. Að fjölmiðla veita að skila árlegri skýrslugjöf til fjölmiðlanefndar vegna ársins á undan og hafi veitt fjölmiðlanefnd fullnægjandi gögn og upplýsingar eignarhald fjölmiðlaveitunar. Hér föllum við í ljótan og grítan pitt. Því að það veit náttúrulega enginn hver á þetta hlaðvarp. Það verður aldrei opinberað. Nei, það verður aldrei opinberað, sko. Það er huldumæður frá Sviss. Það er samlagsfélag. Við getum kannski... Já, þetta er samlagsfélag í okkar eigu, þannig að það er nú ekkert leyndarmál. En við höfum því miður ekki staðið skila árlegri skýrslugjöf til fjölmiðlanefndar, en það höfum við ekki verið skráðu fjölmiðl. Nei, en það er kannski spurning að láta það reyna. Bíðum aðeins með það. Svo það hérna laun og réttindi í samræmi við lög og kjarasamninga.
að við séum ekki í vanskilum með opinber gjöld, skatta og skattasektir sem voru að ynda fyrir lok næsta og svo undan sko og að við höfum ekki verið í fjárhags erfiðleikum. Ég er það mikill fjármálastjóri í eðli mínu og í blóði mínu. Og myndir aldrei leyfa þess að gerast. Ég myndi aldrei leyfa vanskil. Já, en svo, það sem að fellir okkur endanlega og því að hitt allt hefði fyllt skráningu tæft. Að það er það að við höfum ekki verið skráðir fjölmiðl eða haft leyfi til hljóð eða myndmiðlunar hjá fjölmiðlanefnd óslitið í 12 mánuði eða lengur. Og styrkirnir eru styrkhæfir til 30. ágúst hvers árs. Þannig að ef við ætluðum að sækja fyrir 30. ágúst 2023 þá hefðum við þurft að sækja fyrir meir en 5 mánuðum. Við getum sótt eftir ágúst 2023 og þar að leiðandi fengið... Nei, við getum skráð okkur núna verið í 12 mánuði og þá getum við sótt 2024 sko. Nei, takk, ég held ég láti það bara í friði. Þetta er að fyrsta sem fellur okkur. Það seinna er að á fjölmiðlum starfi að minnstakosti 3 starfsmenn í fullu starfi við að afla og miðla efni. En ef staðbundin fjölmiðl er að ræða þarf einungis að uppfylla skilyrði 1 starfsmann. Þannig að... Erum við staðbundin eða? Já, við ræddum þetta nú á. Þú ert að fara að flytja í Þorlákshöfn til að uppfylla þetta skilyrði og þar með verðum við staðbundin fjölmiðl í Þorlákshöfn. En við erum alltaf bara miðill allra landsmanna. Svo var það eiginlega bara þetta. Ég meina, ég held að það muni blása út litlir miðlar. Litlir miðlar, já. Þetta er náttúrulega eitthvað sem að fólk getur samt, þú veist, að getur hver sem sótt þetta þannig. Já, þetta á bara að geta jafnræðis og allt það sko. En ég held að muni snaraukast ef þetta eru skilyrðin að einhver svona lítil operation ná einhvern veginn að henda inn í að gera eitthvað að minnstakosti 20 vikur á ári. Ég er með 3 menn í fullu starfi. Það er nú annað sem var bent á, held ég á samkeppniseftirlitinu, að það er mjög erfitt inn í stórum fyrirtækjum, eins og tökum bara Sín, þar sem með 300-400 starfsmenn, að þá áttir að eyrnamerkja bara þann laun og launakostnað sem tengdist starfseminni. Já, meina það, já. En hver er að fara yfir það hvað Jón eða Pétur eða Gunna eða Anna gerði? Það er svo margt svona regluverk sem er ekki bara í þessum bransa, sko, bara allstaðar, sko, sem er svo auðvelt að komast hjá því, sko. Ég hugsa að þetta muni bara aukast ár frá ári, sem er örugglega bara flott. Við viljum meiri íslenska fjölmiðlum. Við köllum eftir gagnsæi. Já, að gera. Heyrðu, yes, sir. Það sem er svona hlægilegast við þetta frumvarp var síðan hérna að kom gott væl þegar þetta var að fara í lög. Ég elska gott væl, hvað með það? Já, það sem að meirihluti nefndarinnar var að tala sko að auglýsingatekjur væri að streyma úr landi. Já, einmitt. Besta vælið er náttúrulega... Það er þetta væl sem ég ætla ekki að taka undir. Nei, sko, besta er líka svo auglýsa þessar ríkisstofnarnir og flokkar manna mest fyrir kosningar og tildögum á Facebook, YouTube og þessum stöðum. Þetta eru ein þau beiskustu krókódílatár sem finnast í íslenskur umræðum. Og svo náttúrulega hitta ástæðan fyrir upprunnilega eitt af einhver styrkir og til að tala að RÚV og auglýsingamarkaði væri það fyrirferðarmesta sem var að taka tekjur af hinum smerri. Hvernig er brugðust við? Hendum í good shit niðurgreiðslur bara í staðan fyrir að tækla stóra fílinn í herbygginu. En við erum ekki að segja neitt nýtt hérna, þannig að bara ef ekki bara spóla í næstu umræðu. Jú, ég held það. Já. Og kannski áður. En svona summary, við uppfyllum ekki þessi skilyrði. Nei, í boði Örbjargar. Já, þetta var beiskur sannleikur í boði Örbjargar. Já. En það sem er dísætt við Örbjörgu í dag er að það er hægt að komast í áskrift. Það er hægt að kaupa sér áskrift að Örbjörgu. Hún er nú ekki dýr, sko. Nei, það var einhver 1100 kall. Með að við valjúið sem þú ert að fá, 1190. Já, maður getur sparað sér milljónir. Hugsaði núna hvað margir hefur gott að því að fara tipplinn í áskrift ef þau eru á föstum vöxtum og byrja að hugsa núna, heyrðu, hvað er ég að fara að gera eftir 6, 9, 12 mánuði þegar að þetta gerist, þegar ég detti yfir og breytilegt og er að fara að margfalda afborganirnar mínar. Já, það er bara hörkupunktur og líka með bara út með yfirsýn yfir allt. Ef þú ert í alvörunni að mikla fyrir þér að borga 1190 kall núna þegar afborgun á húsnæðinu geti verið að hækka 60 til 80 kall, það átti ekki að eiga heimili. Það átti bara að vera á leigumarkaði, sko. Já. Þá er gott að grípa í Örbjörgu og kíkja á þetta. Nei, ég er illa spenntur. Ég er bara nýkomin heim, er að fara að henda mér í þetta. Ég þarf aðeins að vera vakandi yfir þessu sjálfur. Já. Svo eru náttúrulega bara með samanburð á eiginlega öllu sem skiptið í máli fjárhagslega. Auðvitað. Þannig að þetta er no-brainer. No-brainer sagðan. Herðu, já, sko, það var nú er ég að reyna að leita af þessu. Já.
var eitthvað stórmerkilegt sem ég var með herru, auðvitað, það er hérna líka sko, við verðum að fá hann Lárus Velding, hann er að gefa út bók, hann gaf út bók í gott að það hafi ekki verið í gær uppgjör bankamanns það er ekkert auglýsing eða neitt sko, mér finnst það bara áhugavert sko, þetta er kannski svo bók sem þú mælir hvað mest með fyrir jólin. Nei, ég á eftir að lesa hana en ég ætla að lesa hana og ég get sagt ykkur það að sko, þessi maður, Lárus Velding var, ég held hann að verið 29 ára jafn gamall og ég er í dag þegar hann var hann bankastjóri Glitnis í hvort það verið í Luxemburg 30 sko ég held hann að verið á 31. aldursári þegar hann var orðinn bankastjóri Glitnis og þú veist, spáðu í þessu þetta er ruggla hvað þetta var, þú ert 32 þú sér það sko hann er yngri en þú þegar hann er orðinn bankastjóri til samanburðar, ég var framkvæmdastjóri Alfreds á þessu tíma, vissulega, hann var með svona, hvað alltaf hafi verið milljarðar í stýringu, þetta hafi verið eitthvað bilun sko. Hversum, þú veist, þetta var bara spurningum þetta voru svo margir milljarðar sko. en það var ekki talað að við skulduðum 8.000 milljarði eftir hrun. Ég veit ekki, þetta hefur verið góð reynsla og slæm reynsla líka og svo, það var ekki bara hann, þetta voru allt bara gaurar hérna á milli 30 og 40, þetta eru bara menn sem allir eru búin að slíta badskónum á sínum tíma sko. Þú veist, ef svo má orðið því komast ævintýralegu tími. Já. Hvenær fyrir við að fá einhver alvöru hrun? Nei, herru, fyrirgeðu, hann var framkvæmdastjóri Landsbanka í London, ekki Luxemburg frá 2003, hann er fæddur 76 þannig, hann var 27 ára þegar var hann bankastjóri eða framkvæmdastjóri Landsbankas í London andskotin þú veit var þetta ungt maður ég veit ekki, en allavega bara hvet fólk til að kíkja á þessa bók þó ég eigi eftir að lesa hana og ég vil vera gaman að fá hann til okkar spjalla við hann spjalla við hann hruns árin hann veit nú sitt hvað hann syngur þar en já, þetta var eiginlega, ég finn ekki hitt ég var með eitthvað, ég bara kem með það næst en þetta var svona þá ég held að ég sé tæmdum bara í dag ég líka, það var að detta inn það tók engin þátt í hlutafjárútboði Play engin einkafjárfestir ekki engin já sko þetta var útboð til þetta er rauninni bara hluthafarnir já þú veist þetta var verið að bjóða hluthöfum að taka þátt og engin af rúmlega 2000 hluthöfum Play tók þátt en þetta er samt stærstu eigendurnir sem eru já sko fagfjárfestar, það voru einhverjir fagfjárfestar sem held ég hafi lagt til þetta er athyglisvert takið þetta með ykkur inn í helgina kæru hlustendur, ég held að við höfum lokið okkar máli hér í dag já, bara til hamingju með ráðninguna já, ráðningu vikunar, við glemdi því það er náttúrulega Fossar að hólka á sig 3 já, Fossar, þau voru að ráða einhverja já, Óttar þarna bara og svo náttúrulega með Mannauðs, hann er eins og góð rótró hann siktar þetta inn já, svo er náttúrulega Sigur Már líka sem er diggur hlustandi Pingjunar hann var að kvæjaður já, undir bara, hvað heitir þetta? Undir reglíf bara allt já, undir reglíf tungsins fullt tungl og veru mathöll og hann er undir reglíf tungsins við segjum ekki meir undir reglíf tungsins Siggi hefur unnið okkur að ég kom með póstlistanum mikill meistari á sviði markaðsmála leið og menn sá vinnubröð mannsins þá var hann ekki lengi á markanum alvöru handbröð þar þannig að hann hjálpaði okkur og hann er komið með vinnu, þið sjáu það hjálpið okkur fólk Nei, herri, þá held ég við látum þessu loknum bara í dag verðum aftur með ykkur á þriðjudaginn með, já ég var að segja hvað ætlum að taka, ég var að gefa smá Nei, okay. En það verður ófriður í kringum þann þátt ófriður við getum fórað það svo herri, þá þökkum við kærlega fyrir í dag Tómatar, bye bye